Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra tók fyrstu skóflustungu af 1100 fermetra viðbyggingu í flugstöðina á Akureyrarflugvelli 15. júní síðastliðinn. Það markar upphaf af framkvæmdum en verklok eru áætluð í lok næsta árs. Í viðbyggingunni verða fríhöfn, veitingastaðir og aðstaða fyrir toll og lögreglu. Þegar framkvæmdum lýkur verður ráðist í endurbætur á eldri hluta á hússins. Stór dagur og mikla væntingar sem heimamenn hafa bundið við það að sjá gröfuna loksins. Ég hef búin að segja það í langan tíma að þetta sé að gerast en það er auðvitað þannig að menn sannfærast það þegar að grafan er mætt og byrjuð að moka. Og mega þeir trúa því að þetta verði að veruleika? Já, hér er bara komið framkvæmdaplan næstu 24 mánuði þar sem annars er umtalsverð stækkun á flugstöðinu 1100 fermetra. Allt önnur og miklu betri aðstaða bæði fyrir innanlandsflugið og allt annað sem þar er en nýir möguleikar fyrir millilandaflugið sem og stækkun á flughlaðinu til þess að gera þetta allt saman öruggara og samkvæmt reglum. Þú talar nýir möguleikar, hvað í raun felur þetta í sér? Það er boltinn er svolítið í höndum heimamanna og þeir hafa staðið sig eiginlega ótrúlega vel við þó ekki betri aðstæður heldur en hér eru að fá fólk til þess og flugfélög eða ferðaskrifstofur til þess að fljúga hingað og ég sé þann möguleika bara vera að opnast miklu betur og þannig erum við þá að vinna að stefnumörkun ríkisstjórnarinnar að opna fleiri fluggáttir inn í landið, dreifa ferðamönnum betur og getur þetta orðið mikil innspýting bara fyrir allt landið en ekki síst kannski Norðurlandið og Austurlandið. En hvað stendur í veginum í raun og veru að hér bara verði alþjóðlegu flugvöllur? Í raun og veru þurfa allir aðrir innviðir að vera til staðar, hótel, afþreying og slíkt og þess vegna þarf þetta nú að byggjast upp kannski hægt og rólega til þess að þetta haldist svolítið í hendur. Og líka skiptir máli að ná þessari vetrartrafík og þá getum við náttúrulega hort til vetrarparadísarinnar sem er hér, bæði hér á Akureyri og í bæjónum hér í kring, skíðasvæðin sem geta dregið fólk hingað alveg eins og í Alpana. Er þetta í raun og veru að skapa sér sérstöðu? Það er það sem að þetta gildir? Ég held að þetta snúist mikið það og Ísland er eftirsóttur ferðamannastaður út af náttúrunni og okkur hefur auðnast á síðustu árum að bæta í og gera afþreyingu áhugaverða og þjónustu og ef við höldum áfram þeirri braut þá verðum við nokkuð svona öruggt ferðamannaland þar sem að fólk getur komið allt árið og við búum þá til öfluga atvinnugrein með heilsástörfum og það er það sem hefur háð ferðaþjónustunu eiginlega alls staðar annars staðar en á Suðvesturhorninu og Suðurlandi. Isavia hefur talið að breytingar á flugstöðina á Akureyri væru löngu tímabærar. Það mun setja sinn svip á framkvæmdirnar að þetta er flugvöllur í fullum rekstri sem þjónustaði 10-12 flug á dag þegar best lét fyrir heims faraldurinn. Þetta er búið að vera baráttumál Akureyringa í mörg ár að stækka þessa flugstöð og það er svo ótrúlega gleðilegt og ég fann bara hérna áðan hvað allir voru kátir með þessa athöfn og að það skuli vera hylla undir að þessum framkvæmdum skuli byrja. Hvað var það eiginlega sem gerði útslagið með að þetta tókst núna? Já, fyrst og fremst er það bara í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á að önnur gátt skuli vera opnað á Íslandi og það var verkefnið full fjármagnað. Þannig að það er skipti sköpum að fá bara fjármagn, opinbert fé til þess að fara í þessa framkvæmd. Hverju breytir þetta helst, telur? Ég held að þetta breyti ansi miklu. Þetta breytir allir aðstöðu bæði fyrir starfsfólk og gesti. Hér hafi verið mikil þrengsli og mikil kraðak á árakstímum þegar að bæði millilanda og innlandsflug hafi verið í einu. Og við sjáum bara undir betri tíma og alltaf aðstöðu sem við getum þá selt og vonandi dregið til okkar, flugfélög og fleiri sem hafa áhuga á að byrja með leiguflug og vonandi áætlunarflug í framtíðinni. Heldurðu verði svona sameiginlegur áhugi, eigum að segja, fyrir sunnan til þess að gera þetta? Já, ég held það. Ég held að við verðum fljóta að ná okkur upp úr þessu COVID-ástandi. Það er náttúrulega ekki að marka þetta síðasta ár og við erum komin dálítið mörg ár tilbaka en þess að heldur eigum við þá undirbúa framtíðina vel og reyna þá að hjálpa til við að dreifa ferðamönnum betur, auðvelda aðgengi að öðrum hluta Íslands.
Þannig að ég held að þetta sé allt saman liður í því verkefni. Stækkun flugstöðvarinnar hefur verið mikið baráttumál bæjar yfirvalda á Akureyri síðustu áratugina, en slagurinn fjármagnið hefur verið strembinn fram að þessu. Ég byrjaði í pólitíkinni hérna á Akureyri 2010 og þá var starfsfara að tala um þetta. Þetta geti verið svona einn af lykilþáttum í að efla atvinnulíf hér á staðnum. Auðvitað er náttúrulega alltaf barátta við ríkið fjármagn og þetta hefur tekið þennan tíma. Sumir segja að góðu hluti gerast hægt en mér hefur fundist þeir gera full hægt en við skulum fagna þessum degi í dag og það er búið að taka af skarið núna og þessi skóflustunga sem er byrjun á loka áfangunum afar mikilvæg. Hverju breytir þetta helst bara fyrir, hvað þurfum við þið að gera, Akureyringar? Þarf að byggja upp meiri innviði til þess að, eiginlega bara vinna með þessu? Já, það er náttúrulega fullt hér í gangi á svæðinu sem við teljum að fólk geti sótt í. Auðvitað náttúrulega sjáum við fyrir okkur að það muni náttúrulega byggjast upp frekari innviðir í ferðaþjónustunni. Ekki beint sem Akureyri er að ráðast í, heldur bara þá ferðaþjónustu aðilar. Þannig að það sjá náttúrulega allir tækifæri ef við fáum hingað beint millilandaflug þá sjá ferðaþjónustu aðilar tækifæri að byggja hér upp frekari starfsemi sem mun náttúrulega efla þetta svæði okkar. Þannig að ég er bara mjög bjartsýnn á að það verði töluvert sem fylgir þessu. Það kom fram hjá í máli ráðherra áðan að það er töluvert mikil mannskapur sem kemur á uppbyggingunni en síðan er okkar að vinna úr þessu. Það þarf náttúrulega að setja pening í markaðsmál og við náttúrulega köllum eftir því bæði frá ríki og Akureyrar hefur tekið þátt í því líka gegnum árin. Og þetta mun allt þurfa að spila saman til þess að ná því markmiði sem við ætlum okkur, það er að það koma hér á beinu millilandaflugi. Og þetta er eitt af því sem til að mynda ungt fólk kallar eftir í dag. Það er það að geta farið beint heima frá sér til útlanda, helgarferðir, styttriferðir og það er mun klárlega að gera Akureyri að betri búsetuvalkosti fyrir okkur öll. Flugumferðarstjórinn, fyrrverandi bæjarfulltrúi og núverandi þingmaður kjördæmisins, Njáll Trausti Friðbertsson, hefur látið málið mjög til sín taka. Þetta er eitthvað sem við erum búin að hugsa í 25 ár. Þetta er þetta er búið að bíða mjög lengi eftir þessar framkvæmd. Þannig að þetta verður mjög spennandi núna að sjá þetta gerast á næstu 2 árum. Mikið átt verkefni, mikla þýðingu fyrir svæðið og þetta er öryggismál, það er svo margt sem kemur að þessu. Þannig að þetta er bara gríðarlega stórt og mikið mál. Nefnir hérna öryggismálsfarða aðeins betur yfir það fyrir mig? Já, það var náttúrulega að stækka hérna flughlaðið og varaflugvelli og það er hlutverk, bara gríðarlega stórt og mikilvægt og það gleymist oft í þessar umræðu. En það er náttúrulega risamál og við þekkjum það að við verðum að efla varaflugvellina líka og stækka flughlöðin. Þannig að setja taka við þeirri umferð þegar til þess lokast í Keflavík og marga vélar þurfa að snúa annað. Þannig að þetta er gríðarlega ánægjulegt að við séum að sjá þá þennan árangur og að sjá þetta gerast núna næstu 2 árum. Mjög spennandi tíma framöndan. Baráttan betri flugstöð hefur staðið lengi eins og Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður og fyrrverandi samgönguráðherra, þekkir svo vel. Hvað fór í gegnum huga þinn þegar gröfurnar fór í gangi það? Já, allir hafi ekki bara hugsað, nú er þetta loksins að hafast, talsvert seinna en maður hafi vonað. Ég hélt nú að þetta hefði komið lengra þegar við vorum að berja það í gegn að grjótið úr Vaðlaheiðargöngunum kæmi hingað til að undirbúa flughlöðin. All mikill tími í liðin síðan, en nú er þetta greinilega í höfn að við fáum hérna nýja flugstöð, mikla stækkun og viðbót og ný flughlöð. Og það er í raun það sem að fyrst og fremst vantaði. Eftir að brautin sjálf er komin í góða lengd og afflugsbúnaðurinn er komin, þá er þetta alveg að hafast. Hér er bara að verða til eitt stykki fullburða millilandaflugvöllur. Hverju breytir það fyrir kjördæmið? Það breytir gríðarlega miklu fyrir allt Norðurlandið og norðaustanvert landið. Og hér er náttúrulega heilmikið upptökusvæði á bakvið þessa stóru mikilvægu stólpa sem við höfum hér á Akureyri og Eyjafirðinum, sjúkrahúsið, háskólann og ekki síður flugvöllin. Ég held að þetta bæti bara lífskjör og auki lífsgæði fólks á stóru svæði hér. Og nú hef ég litlar áhyggjur af því að hér mun koma millilandaflug og því mun vaxa fiskur hrygg. Með stækkuninni opnast fjölmörg ný tækifæri fyrir ferðaþjónustuna á stóru svæði en mörgum hefur þótt verulega skorta á að það væri viðurkennt sem stórt tækifæri fyrir alla ferðaþjónustu á litla Íslandi að fleiri en ein gátt væri opnar til landsins. Íbúar á svæðinu frá Hvammstanga austur að Djúpavogi, þar sem búa 46.000, er álíka fjöldi og býr í Færeyjum, þar sem eru 3 til 9 millilandaflug á hverjum degi. Ég held að þetta valdi bara straumhvörfum til framtíðar að í rauninni bæta aðgengi að norðausturhorninu á þennan hátt
að hérna sé gengið fram fyrir skjöld og það sé loksins orðið að veruleika að byggja hér flugstöð og síðan flughlöð sem að verða þá í stakk búin til þess að taka á móti aukinni millilanda umferð þennan flugvöll. Það hefur hamlað markaðssetningu flugvallarins, það hefur hamlað áhuga erlendra flugfélaga að mörgu leyti að hér hefur þröngt að athafna sig. Hér hefur ekki verið hægt að veita farþegum venjulega þjónustu. Þetta stendur núna allt til bóta og fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu þýðir þetta bara beinna aðgengi og jafnara yfir allt landið, yfir allt árið fyrirgefðu, að ferðamönnum sem eru að heimsækja Ísland, því að ferðamenn flestir þeir eru jú á leiðinni til Íslands en það er ekki verið að heimsækja einstaka flugvelli. Þannig að þetta held ég að geti bara valdið töluverðum straumhvörfum í því hvernig bara landið rís út úr kófinu og við vonum auðvitað að stjórnvöld muni taka fleiri jákvæðari skref í þessa átt og líta til fleiri horna landsins heldur en kannski akkurat á suðvesturblettin. Hvað ertu þá með í huga? Já, ég er náttúrulega bara að hugsa alla þá ótrúlegu ferðamannasegla sem við eigum út land allt. Svo ég telji bara að vestan, það mér dettur í hugsa hérna Snæfellsnesið, Dynjandi á Vestfjörðum, það Goðafoss, Dettifoss, það Stuðlagil, ég veit ekki, Stórurð. Það endalaust af stöðum sem almennt eru ekki umræðunni yfir ferðamannasegla á Íslandi. Og það jú því miður enn sem komið nöturlega staðreynd að 90% ferðamanna fara ekkert lengra en 150 km frá Leifsstöð og ég myndi halda að aðgerð eins og þessi hér í dag muni breyta þessu mynstri og rjúfa í rauninni þá einangrun sem að landið hefur verið frá þessari alþjóða trafík.